Já, góðan daginn, halló allir, ég heiti Ronald, ég eðlisfræðikennarinn ykkar og núna ætlum við að prófa eitthvað nýtt, nefnilega að hafa fyrirlestur heima sem heimanám og við byrjum bara strax á fyrsta kaflanum, ég ætla að fara að renna í gegnum þetta og beða ykkur sem að bara læra þetta heima og svo komum við í tímum og reiknum þar. Þannig við erum að fjalla fyrst mælingar, markverðir stafir og óvissu. Og þetta eru aðalatriði, fyrsta kafla. Það eru mælingar, óvissa, markverðir stafir. Verður alltaf heitt umræðuefni í vetur þegar við erum að reikna eitthvað í dæmum. Og síðan þessar einingar, eilífu og SI-kerfið. Við breytum eina einingu í aðra. Svona fara í þetta bara í réttri röð og tökum næstu glæri hérna. Og flestar þessar glærum, þessar glærur eru sem sagt á netinu líka á Moodle og þið getur bara lesið þennan texta sem að kemur fyrir í glærunum. Atriðið sem ég er að gera sem sagt á þessum fyrirlesturum er að renna gegnum dæmi og reyna að útskýra með svona pínulítið hvernig hlutirnir eru gerðir, þannig að þið getur gert það sjálf. En eðlisfræðin snýst eðlisstærðir og þessar stærðir eru yfirleitt mælanlegar. Við þurfum að mæla mikið og við þurfum alltaf að mæla eitthvað og spurningin er þegar við erum að mæla eitthvað, hversu nákvæm er mælingin? Hérna er mynd af einhverjum að mæla eitthvað prik eða eitthvað spýtu, hvað er hún að breið. Það stendur 8, eitthvað erfitt að lesa þetta, það er eitthvað. En mælingin er aldrei fullkomlega nákvæm. Hún er alltaf einhvað nákvæm, en hversu nákvæm hún er, það ræðst af því mælitæki sem við erum að nota við að mæla. En þessi mæli nákvæmni, ef þetta er svona reglustika eða þannig, við sjáum að það eru hérna sentimetrar og það eru millimetrar. Það eru hvert strik, minnsta bil er 1 millimetr, þannig að það mælir upp á millimetr. Þannig að þetta er svona cirka 8,8 centimetra breið spýta. Og ef við lesum til dæmis svona á mæliglasi, þannig sjáum við hérna einhverja millilítra og 9 og svo 10 og þetta er eitthvað þar á milli, þetta er 9,1 eða 9,2, erfitt að sjá þetta. En svo má eiginlega ekki gera þau mistök að skrifa þessa mælingu of nákvæmlega. Það er að segja, ef þetta er við 9,1, ef við segjum að þetta neðsta bil á vatninu eða hvað þetta er, vökvanum, er alveg við 9,1, þá má ekki segja 9,10 millilítra til dæmis. Það væri of nákvæmt. Mæliglasi sýnir ekki þessa nákvæmni. Og síðan líka þessa markverðir stafir. Hérna er eitthvað tala, 0,0003400. Og núna kynni mér að þetta huga að spyrja hvað hefur þessi tala marga markverða stafi. Og bara til að sýna eitthvað það núna að það eru 3 reglur sem við ætla aðeins að bara kynna ykkur núna, að öll þessi 0, fremstu 0-in í tölu eru ekki markverðir stafir. Ef ég stæði 1,00 og svo framvegis, þá gengur það öðru máli, þá er þessi 0 ekki fyrir framan töluna. En fyrstu 0-in eru ekki markverðir stafir, sem kemur þess að 3, 4, allir tölustafir sem ekki eru 0 eru markverðir stafir, alltaf. Síðan er spurningum þess að 2 0 fyrir aftan þess að 3 og 4, síðustu 2 tölunar, eru þeir markverðir stafir eða ekki. Og þeir eru það, vegna þess að öll 0 fyrir aftan tölustafi, svo 3, 4 hérna, sem ekki eru 0, þeir eru þá markverðir stafir. Aðeins spá í þetta, hvað þetta þýðir. Hvað eru markverðir stafir?
Ég tek ekki mark á fleiri aukastöfum hérna fyrir aftan 0,0, aftan 3,4,0,0. En þessi tala hefur 4 markverða stafi þó að hafi miklu fleiri aukastafi. Það allt annað mál. En þegar vorum að mæla áðan, eða myndin af gaurnum sem var að mæla breiddina á spýtunni, hún var 8,8 og við skrifum einhverja óvissu hér fyrir aftan sem pluss mínus 0,1. Það er að segja breiddin geti allt eins verið 8,8 pluss 0,1, hún geti verið 8,9, en hún geti líka verið 8,7, það er að segja 8,8 mínus 0,1. Sem er 8,7. Hún er á bilinu, við verðum að tala bil. Þannig að við skrifum þessu óvissu sem pluss mínus 0,1. Og óvissan raunverulega er hálft minnsta bilið. Minnsta bilið var 1 mm, það er að segja 0,1 cm. Þannig að mælingin er þá raunverulega 8,8 pluss mínus 0,05 cm sem er hálfur centimetr, hálfur fyrir ekki millimetr. En það óvissan má ekki vera nákvæmari heldur að tala sjálf. Þannig að ég verð að rúna hann upp í 0,1. Þannig að mælingin er það 8,8 pluss mínus 0,1. Síðan skilgreinum við prósentu óvissa eða hlutfallslega óvissa. Þá tek ég óvissuna sjálfa 0,1 og deilinni með tölunni 0,1 deilt með 8,8. Markvæða með 100%. Þá er þetta cirka 1% hlutfallslega óvissa. Þetta er svo tilfelli. Þannig að þessi texti þið hafið þetta raunverulega bara næstu því sem bók. Ég ætlast til því svona lesi glærurnar líka og þennan texta sem það er að finna. Svo ég var að tala áðan, þá hér tala með markverðastaf, 4 markverðastafi, 2, 3, 2, 1, þetta er allt markverðastafir. Þessi tala 0,062 cm hefur bara 2 markverðastafi, þessu 0 hérna í byrjun er ekki talið með. Og síðan er tölun eins og 80 sem enda á 0, þetta er 80 km, hún er tvíræðstar, það er að segja hún getur haft 1 eða 2 markverða stafi. Ef hún hefði 3, þá ætti að skrifa hana sem 80,0 km. En við vitum ekki hvort þessu 0 hérna er markverður tölustafur eða ekki. Og til þess að eyða öllum vafa, og þá skrifum við svona tölur þá, sem til dæmis, ef þetta verið 2 markverði stafir, þá myndum við skrifa 8,0 sinnum 10, raun og verið fyrsta veldi, bara 1 sinnum 10. Við skrifum oft á þessu staðalformi, það er að segja sinnum 10 í einhverju veldi. Þannig hérna frá ofan myndi þá vera 6,2 sinnum 10 mínus öðru veldi. Efst að tala hérna væri 2,321 sinnum 10 fyrsta veldi. Þannig ef hann er með 2 markverðastafi, þá var 8,0 sinnum 10. Ef hann væri bara 1, þá var það 8 sinnum 10. Í fyrsta veldi. En áttu ykkur á því. Og síðan er þetta með, ef við erum að nota, þetta kemur mjög oft fyrir skorinni. Erum að markvalda saman 2 stærðir, til dæmis lengd og breidd af einhverjum kassa eða eitthvað, 11,3 cm, sinnum 6,8 cm, þá má ég bara nota, þá er útkoman 77 cm. Hún má ekki vera nákvæmari heldur en að hafa fleiri markverða stafi. Það má ekki hafa fleiri markverða stafi heldur svo tala sem hefur minnsta markverða stafi sem ég er að markvalda með. Það er að segja 6,8 hefur 2, 11,3 hefur 3 og 2 eru minna en 3, þannig að 77 má bara hafa 2 markverða stafi, þetta er ekki 77, eitthvað. Bara 77. Og hérna, þetta gildir við markvöldun eða deilingu. En við leggjum saman eða drögum frá, þá
má útkoman ekki vera nákvæmari en sú tala sem með minnstu nákvæmnina. Hérna dæmi 1,534 cm pluss 0,35 cm. Þetta myndi vasareiknirinn gefa okkur sem 1,884 cm. En ég má bara hafa 3 markverða stafi. Ég má bara hafa 2 aukastafi. Ég verð að segja þannig. Því 0,35 með eitthvað óvissu hérna fyrir aftan. Ég veit ekkert hvað kemur fyrir aftan 5. Og má ég ekkert nota þessa nákvæmni hér. Þessi ónákvæmni í 0,35 í 3. aukastaf rústar nákvæmninni í þessum fjarka í hinni tölunni. Þannig að ég verð að rúna þetta upp og fjarkinn hverfur. Þannig að þetta verður bara 1,88 cm. Og ekki rugla þessar reglur saman við reglunni hér fyrir ofan með margfeldi. Þetta eru 2 mismunandi reglur. Tökum næstu glæru. Vasareiknir einmitt, hann gefur okkur oft raunverulega ranga útkoman. Hann reiknar alveg 100% rétt. En stundum eru of margir aukastafir, stundum eru of fáir. Hérna í efra dæminu, það stendur 0,66666 og svo framvegis, sem er útkoman úr 2,0 deilt með 3,0. Bæði 2,0 og 3,0 hafa 2 markverða stafi, þannig að útkoma má líka bara hafa 2 markverða stafi. Og þá var ég að rúna þetta og útkoman yrði þá 0,67 sem eru 2 markverðir stafir. Hérna það sem stendur 8, það er þegar ég var að margfalda saman 2,5 sinnum 3,2 og aftur hafa báðar tölurnar 2 markverða stafi, þannig útkoman verður líka að hafa 2 markverða stafi og þá væri svarið, þá myndi rétt svar vera 8,0 en ekki 8. Ykkur finnst kannski vera asnalegt að þurfa að skrifa 8,0 en ekki 8. Eða þegar það á við að skrifa 8 í stað fyrir 8,0 eða eitthvað slíkt, þetta sé ekki sama talan, 8 er ekki sama 8,0. Það er það í stærðfræðinni en ekki í okkur, í eðlisfræðinni. Við erum að tala hversu nákvæm þessi tala. Það er það sem að máli snýst SI-kerfi kerfi sem við notum í eðlisfræði sem gefur ákveðna einingu við þessar 3 eðlisstærðir, lengd, tíma og massa. Lengdin, hún skal alltaf vera í metrum í SI-einingum, í SI-kerfinu. Tíminn þarf alltaf að vera í sekúndum og massin þarf alltaf að vera í kílógrömmum. Og stundum er þetta bara þannig að eitthvað er gefið upp í til dæmis sentimetrum eða í millimetrum og ef við ætlum að nota SI-kerfi þá þurfum við að breyta því í metra. Ef að gefa millimetra þá þurfum við að breyta því í metra. Ef að tíminn er gefið í klukkustundum þá þarf að breyta því í sekúndum eða eitthvað slíkt. Hér er tafla sem að skýnir ykkur forskeyti sem að þið kannist við, allavega einhvað af þessu. Ef við horfum hérna í miðinni, þá er hérna, hvað er kíló? Hér er kíló, hekt og deka. Það sendur hérna hvaða gildi þetta er. Þessi sendi milli, þið kannast alveg við þetta og mikró kannski. Mikrómetrar, það er þá 10⁷ veldi metrar. Og svo kannast líka í tölvunni ykkar mega, það er þá megabæt, sem þýðir 10⁷ bæt, milljón bæt, eða gigabæt, jafnvel tera. Það er það sem við erum að tala í tölvugeirunum í dag. En síðan er til peta, exa, zeta og jota. Þið sjáum hérna fyrir aftan hvað þetta raunverulega þýðir. Þetta er sjaldan notað ef ég myndi heyra eða sjá, lesa einhverja bók. Svona margir zeta, metrar, eitthvað svoleiðis, 10-20-25, ég þyrfti að slá þessu upp. Þetta er ekkert sem ég ætla til að við lærum utan af. Við notum þetta SI-kerfi sem eru grunneiningar, kilogramm, metrar og sekúndur og
og við notum bara, höldum okkur bara við það. Og ef breytt innan metrakerfisins, þá þarf að til dæmis að breyta kíló í grömm, þá það raunverulega auðvelt, þá þarf aðeins að margfalda með 10 einhverju veldi eða deila eða eitthvað slíkt. Og stundum þetta bara ruglandi eða ruglingslegt og við þurfum að passa okkur að gera ekki neinn mistök. 1 kíló eru 1000 grömm eða 10 veldi gramm. Og við getum notað töfluna sem ég sýndi ykkur áðan til þess að aðstoða okkur til þess að breyta einu í annað, 2,5 kíló eða 2,5 sinni 10 grömm eða 2500 grömm. Og svo framvegis. Til að breyta grömm í metrum þá deilum við eða margföldum með 10 í -3 veldi, það sama og að deila með 10 og þá eru 2500 grömm 2500 sinnum 10 kíló sem eru 2,5 kíló. Ég hef bara reiknað þetta tilbaka. Þá skulum við skoða eitt smá sýndæmi. Hér tölvukubbur, hefur flatamál 8,0 fercentimetrar. Hvert flatamálið í SI einingum? Hvað þarf að gera? Við þurfum að breyta þessa fercentimetrar í fermetra því að SI einingar fyrir lengd eru metrar. Við þurfum að breyta þessu og getið það gert. Og þetta oft mikil ruglum. Þetta þurfum við bara að hafa á hreinu því við gerum þetta svo oft. 100 cm, þetta er gert bara mjög einfaldlega. 100 cm eru 1 metr. Raunverulega þetta bara eins og jafna, eins og í stærðfræðinni. Þá segjum við að 8,0 fercentimetrar. Og nú margfalda ég raunverulega með einum. 1 metr er sama á 100 centimetrar. Og þegar ég margfalda 8,0 fercentimetrar með því, þá þetta bara margfalda með einum. Ég er ekkert að gera neitt nema bara margfalda með einum. Að gera þetta tvisvar. En ég ger þetta til þess að losna mig við einingarnar. Eða breyta einingunum. Sjáu þið að fercentimetrar styttist út á þessum centimetrum og þessum centimetrum hér. Fyrir neðanstrik. Og þessi metrar margfaldar saman að verða fermetrum. Þetta verða þá 8,0 deilt með 100 það í fermetrum. Þetta er þá 8,0 sem er 10 - 4 fermetrar. Þá það bara svarið. Annað sýnidæmi hér, skilti sem banna meiri hraða heldur en 50 km/klst. Hver er hraðinn í metrum á sekundu? Nú þarfum að breyta km/klst í metra á sekundu. Þannig að bæði þarf að breyta kilometrar í metra og klukkstundur í sekundur. 1000 metrar er 1 kilometr. Og 1 klukkustund og 1 ár, 1 klukkustund, breytum henni, það er að segja það er 60 mínútur á klukkustund og það er 60 sekundur á mínútu. Og þá styttist þetta h á móti h á móti mínútur. Eftir stendur hérna 60 sinni 60 sekundur sem eru 3600 sekundur. Það segja að 1 klukkstund hefur 3600 sekundur. Þá eru 50 km/klst. Þetta hérna, ég margfalda með 1000 metrum deilt með 1 km sem er bara 1. Og 1 klukkustund á móti 3600 sekundum sem er líka bara 1. Má það og núna styttast út klukkustund á móti klukkustund fyrir neðanstrik hér og ofanstrik hér, kílómetrar fyrir ofanstrik hér og fyrir neðanstrik hér. Þegar margfalda 50 sinnum 1000 deilt með 3600 þá fá ég hérna eininguna metrar á sekundu. Það eru 14 metrar á sekundu. Og athugið það að til þess að breyta raunverulega kílómetra klukkstund í metra á sekundu deilum maður með 3,6. Þessi hérna faktor 1000 metrar deilt með 3600 er það sama að deila með 3,6. Þá áttum við að breyta kílómetra klukkstund í metra á sekundu. Þetta gerum við bara nokkuð oft. Þannig að þetta var að skrifa hjá sér einhverstaðar eða muna eða læra bara. Nú hér í vinnubókinni ykkar
úr efnisyfirlitinu að þá sjáum við úr fyrsta kaflanum að það smá texti hérna í fyrsta kaflanum. Hann raunverulega ekki seinna í öðrum kaflum. Ég bið ykkur að lesa þennan texta. Hérna stendur verkefni og gerð línurits í Excel. Þetta gerum við í tíma. Þetta gerum við í tíma. Þetta verkefni. Þeir þurfum að mæta hérna með tölvur. En síðan hérna óvissa, markmiða tölustafir og svo framvegis. Þetta skuluð þið endilega skoða. Þetta líka sýnidæmi. Það sem sýnt hvernig margföldum við tölur með óvissu. Eins og til dæmis 8,0 pluss mínus 0,1. Það sinnum eitthvað annað. Hvað gerist með óvissuna? Þetta skulle endilega kíkja og þetta þurfa þið bara að lesa heima rauninni. Og hérna í tímum þá ætlum við að leysa dæmi, verkefni í sameiningu og þá skal ég hjálpa ykkur að þið lendi í vandræðum. En endilega lesi þennan fyrsta kafla hérna. Og í tíma þá sem sagt dæmi 1-8 sem eru öll dæmi úr fyrsta kaflanum úr blaðsíðu 11-13. Þá skulum bara ljúka þessu fyrirlestri, við sjáumst aftur í tíma þar sem við ætlum að reikna þessi dæmi.